Heilsa ykkur í Jesú nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir 3 kafla í dag, kafla 10-12. En í raun þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni ekki innblásin af Guði. Upprunlega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil, ekki einu sinni punkta eða komur. Þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðveldara að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Það var ekki alltaf gáfulega gert. Það líka aðrar ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daníel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían áreiðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum köflum. Að þá þetta raunu sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það engin leið að skilja hann nema sökkva sér djúpt í textan og rannsaka hvert einasta orð. En það segir Daníel í fyrsta versi í kafla 10. Hann segir að 3. ári Kýrusar Persakonungs barst Daníel sem kallaði var Belsassar vitrun. Vitrunin var sönn en afar torskilin. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir. Það var þetta afar torskilin. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatrið hér. Þessi stað ætla ég að taka nokkra punkta úr þessum köflum sem mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daníel aftur í sorg yfir því að þjóð hans enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá það sem hann fær nýja sýn. Hann finnir sér staddan á bökkum árinnar Tígris. Og þá nokkuð stórmerkilegt sem að gerist. Vers 4-6. Á 24. degi hins 1. mánaðar var ég staddur á bakka árinnar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skyrtar skíragulli. Líkami hans var sem berílsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eyr og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daníel sér þennan línklædda mann. Hver þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís og rödd hans, hún eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver þessi persóna sem birtist Daníel? Höfum við einhvern tíma séð svipaða lýsingu annars staðar, þannig að við getum komist að því hver þessi persóna Nú það vil svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í Opinberunarbókinni í 1. kaflanum. Það sem að segir, ég sneri mig við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og hann sneri mér við, sá ég 7 gullljósastikur. Og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrtli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsofni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gullbelti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin nánast eins og hjá Daníel. Hver þessi persóna? Sjáum það í versónum 17 og 18, hver þessi persóna Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það Jesús. Daníel nú orðinn háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sýn sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús í Daníelsbók.
Jesús er í Gamla testamentinu. Jesús er aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir Guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Mikael fremstur höfðingjana komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn er þetta sýn þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn, þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðum sem við höfum enga hugmynd um. Og þrátt fyrir að bænin stígi tafarlaust upp til himins og Guð ætla sér að svara henni, þá getur svarið staðið á sér af ástæðum sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti viðnám. Það geta líka verið einhverjar aðrar ástæður fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnun þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendiboðin sé, ef svo má orði komast, á leið sinni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindrað tafarlaust svar við okkar bæn. En hver er þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú eða nokkrum engli Guðs. Því að hvað vitum við um engla? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1935. Þar sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deyddi 185.000 menn í herbúðum Assýringa. Fótaferð morgunin eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullinn og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað á milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimild til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vil halda okkur í myrkri, þannig að við sjáum ekki sannleikann. En Jesús er ljós heimsins og hann vil upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðanir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikann. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Það segir okkur það hér. Standið þið girt sannleika lendar ykkar. Hvernig beitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem er satt og rétt. Og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá er ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti.
og skóuð á fótunum með fúslegg til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið fram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeyti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerði það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesú og Satan, hann er engin vitleysingur. Hann er gáfaðasta vera sem sköpuð hefur verið. Jesús hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla ílskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og íls? Þegar ég var að hugsa þetta, þá datt mér talan 12 í hug. Mér grunar að hún komi dálítið oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og íls. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslur Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðarerindið, 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinberunarbókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jesú einhvern tímann eftir syndafallið, þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig, nei, 12, ég mun ekki aðeins hafa 12, ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000 eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum, ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 hafa sérstakt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar 2 lykilpersónur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn er bætt við meiri smáatriðum. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum milli Jesú og Satans. Við sjáum líka 2 ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur söðursins og konungur norðursins. Hvergi annar staðar í Biblíunni finnum við þetta, nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er komin annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunnar til að skilja. Og þess vegna, í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leyfa mér að gefa ykkur smá yfirlit yfir kaflan og útskýra þannig hvað er verið að tala um. Hann hefst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið. Hinn voldugi konungur táknar Alexander mikla. Ríki hans skiptist í 4 hluta. 2 af þessum 4 skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara 2 valda, þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi 2 konungsríki voru Seleúkítar í Sýrlandi og
mæjar í Egyptalandi, segjum bara Sýrland og Egyptaland, það einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norður frá hér norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suður frá Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman, að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árásamaðurinn í versi 16, þar sem að segir: og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talað þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 landi fagra það þá farið að tákna fólk Guðs. Þegar við erum komin síðar í kafla. Vers 17-19 gæti bent í Júlíusar Sesars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11. Að hann lést árið 44 fyrir Kristu og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir: mun sá senda embættismenn til skattheimtu. Og það var undir Ágústusi sem að Jesú fæddist í Betlehem og manntalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan fjallað páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallað þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsókn gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphafning og guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið orðið aðaleikari sem konungurinn, hann nú orðin konungurinn í norði, aðalpersóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu, að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekkert að, heldur veraldlegir valdafar. Við þurfum því að álíta það sama með konunginn í suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur, þegar hér kemur við sögu. Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland, og hvaða hugmyndafræði það? Hvað hafði Faraó sagt við Móse? Hann hafði sagt: hver drottinn að ég skuli hlýða honum til þess að leyfa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leyfi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og buddhismi og hindúismi og þess háttar. En konungurinn í norðri, hann segir: ég Guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og í baráttu. Og fólk Guðs í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu alltaf í miðjunni. Það heraflar úr öllum áttum geisuðu. Við erum í miðjunni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirnir sem lýst hér enn að rætast og útskýrðir nánar í Opinberunarbókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum mun konungur suðursins snúast gegn honum, en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota, brjótast inn í löndin. Hvað erum við að sjá í dag? Brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhöndina eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúleysið, það hefur vissulega reynt að hafa yfirhöndina. En hér okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá landi fagra það líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum.
Það er fólk Guðs, hvar sem það er niður komið í heiminum. Loka tími í versi 44 og 45, að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu, honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða á tortíma mörgum. Konungurinn í norðri, sem hér hefur náð heims yfiráðum, hann er lagður af velli við endurkomuna. Og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Krists. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfjöllunarefni í kafla 12. Það er umfjöllunarefni þar, endurkoma Krists. Við lesum í versanum 1-3. Mikael, leiðtoginn mikli sem verndar syni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast, allir þeir sem skráðir eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í dufti jarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing, og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun binda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríðir gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, honum er beinlega sagt að innsigla bókina þannig að enginn geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir hér. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega mjög nálægt í, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast. Og svo er enn talað um 1 tíð og 2 tíður og hálfa tíð. Það er nefnt hér aftur í lok kaflans, alveg eins og í kafla 7. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einni af grundvallarreglum Biblíunnar. Það er að ein ritning útskýrir aðra. Spádómar Daniels eru gefnir þannig að það er endurtekið með ítalegri upplýsingum. Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krists. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils. Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig lít ég á það. En megið þemað í allri bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðalatriði bókarinnar. Guð er við stjórnvölinn. Við skulum því tileinka okkur ráðleggingar Jesú í Matteus 24, þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Eins skulu þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir, eins og við erum ítrekka búin að sjá í Danielsbók. Það rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira að segja upp á klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg. Við getum treyst því, getum vitað það með 100% öryggi. Hann mun koma
Hann mun binda enda á átök þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig lýkur þessari yfirferð minni yfir Daníels bók. Vona að þetta hefur verið fróðlegt og uppröfandi og hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesú nafni.